sjálfur, gerðu það sem þú vilt. Kristján, við byrjum á þessum leik, fyrstu viðbrögð eftir hann. Leiðilegt að tapa, en frammistaðan fín. Okkur vantar hræslumuninn og sérstaklega undir lokin að jafna leikinn og fá stig. FH kannski var ekki á fullum snúning en þeir lögðu sig samt fram og reyndu að vinna leikinn sem tókst. Og þannig að þeir voru ekki að gefa okkur 1-1, þannig að við erum nokkuð sáttir en náttúrulega við frammistöðuna en ekki úrslitin. En stig hefði verið sanngjarnt? Það hefði verið skemmtilegt að fá stig og ef þú segir að það hefði verið sanngjarnt þá er ég fullkomlega sammála þér. En núna við lítum aðeins yfir sumarið, nú er þetta búið. Hvernig horfir þetta sumar við þér? Það eru auðvitað plúsar og mínusar, það er margt sem við gerðum vel, gott undirbúningstímabil, allir leikmenn tilbúnir í slaginn í vor og náum upp nokkrum einstaklingum að spila frábæran fótbolta eins og Rúnar Már, hann blómstrar í sumar og við erum mjög stoltir yfir því. Kolbeinn Kárason, hann kemur sömuleiðis, alltaf að verða betri og betri, skora 7 mörk í deildinni og svo nú undir lokin kemur Indriði Áki og þetta eru svona mjög ljósir punktar í þessu hjá okkur og sjálfsögðu margir góðir sigrar, 9 stykki í deildinni en of mörg töp og óstöðuleikinn er okkar akkillesarhæll í þessu móti og allt félagið verður að bera ábyrgð á því og taka höndum saman og lyfta sig upp. En Valur er náttúrulega stór klúbbur með mikla hefð og menn væntanlega vilja alltaf sjá Val ofar en raun ber vitni í ár. Það er nefnilega málið sko, að það er mjög auðvelt að sitja fyrir utan og sjálfsögðu fá kannski ekki allar þær upplýsingar sem eru í gangi hjá liðinu eða klúbbnum eða hvað það er og það er auðvelt að horfa bara á textaverk og sjá við að Valur í 8. En það er margt jákvætt en að sjálfsögðu erum við ekki sáttir við 8. sæti. Við viljum gera betur. Það sem við vildum gera var að bæta við árangunum frá því í fyrra sem er 5. sæti og besta tímabil Vals í 12. deild og besta tímabil Vals frá 2007. Við vildum bæta ofan á það. Það tókst ekki nógu gott og nú viljum við bæta í og gera betur á næsta ári. Nú hefur verið talað svolítið framtíð þína í félaginu, getur þú sagt okkur eitthvað um það? Ég er að klára annað árið, núna á 3 ára samningi og við ræddum málin í byrjun september og lögðum bara áherslu á að klára þessa leiki sem voru núna eftir og öll orka hefur farið í það. Áhuga þinn að halda áfram? Ég bara held mínu samning, það er bara þannig. Og að lokum, þú var spurður út í klæðnar hérna fyrir á mótinu og þú sagðist alltaf útskýra hann undir lok tímabils, er ekki komið að því? Já, ég var að því maður, á .net. Hvað, vilt þú fá hann líka? Já, fólk verður bara að lista það. Heyrðu, allt í lagi. Ég er sem sagt, Geir Ólafsson er mjög ánægður með fötin sem ég mæti í leikjum en ég skipta alltaf áður en við byrjuðum og hann söng tvisa fyrir okkur hlýðar þetta og ég fór í fötin, hann vil sjá mig svona og Geiri, New York. Eftir þú sjálfur